Já, þau eru mörg álitaefnin í samfélaginu. Eitt þeirra varðar daginn í dag. Hagkaup hefur opnað áfengisverslun. Mörgum til töluverðar gleði, virðist manni, en öðrum til mikils ama. Þetta hápólitískt mál. Rætt hefur verið að þetta sé lögbrot, hreinlega, skýrt og klárt lögbrot. En í nafni frelsins og markaðar og aukinnar þjónustu þá tala margir fyrir því að þetta sé mikið heillaskref og það eins og margir vilji ekki viðurkenna að áfengi engin venjuleg vara. En til að ræða þetta skref sem stigið var í dag og kannski svona ákveðna áfengistýrkun í samfélaginu sem að sum okkar teljum okkur verða vör við, samanber til dæmis umdeilda Októberfest Háskóla Íslands og svona alls konar viðburði þar sem fólk virðist ekki geta komið saman án þess að lyfta glasi. Það ju ekki langt síðan. Ég var hér með þingmann í viðtali við þetta rauða borð sem gerði umtalsefni að það væri til skammar að alþingismenn væri að snafsa sig á milli þess sem þeir flytja ræður inn í þingsal og við tókum einnig skrensa á ósíðum hjá borgarstjórn Reykjavíkur í þessum efnum. En viðmælandi minn þessi mál í dag Björn Sævar Einarsson, formaður bindindis samtakanna IOGT á Íslandi og hann jafnframt veðurfræðingur. Viltu velkomin til okkar, nafni? Takk fyrir. Hvað finnst þér það að Hagkaup sé farið að selja brennivín? Þetta náttúrulega afskaplega sorglegt og bara áfall fyrir íslenska lýðheilsu og því miður þá og það verra að þeir eru að brjóta lög af því að það mjög skýrt að ÁTVR með einkarétt til einkasölu eða smásölu áfengis og það fela sig bak við það að netsala sé ekki smásala. Það vita það allir að sem hafa verslaða á netinu að það bara eins og hver önnur smásala, sérstaklega af því að lagarinn hér á Íslandi. Þannig að þér finnst sem sagt í þessu tilviki að það sé augljósara að lögbrot sé að ræða hjá Hagkaupum heldur en hjá þeim einkafyrirtækjum sem hafa verið með þessa vefsölu áður fyrir eða hvað? Nei, það alveg ljóst fyrir að allur pakkinn ólöglegur. Allur pakkinn ólöglegur. Það sem löglegt það að einkaaðili sem þú eða ég einhver að geti pantað sér kannski 1-2 flöskur af áfengi, einhverja sértegund utan úr heimi, hún kemur með frakt hingað til landsins, fer í gegnum toll og sköttun og einstaklingurinn sér það sjálfur að borga það. Þetta bara örlítið prósent, brotuprósenti af allri áfengissölu á landinu. Já. En hér menn að reyna að fara í kringum lögin. Sem einkasala ríkisins á smásölu á áfengi. Já. Og þetta eitt af lykil stoðunum í það að reyna takmarka markaðssetningu áfengis. Já. Það þessi einkasala og hún mjög sem hefur gríðalegt forvarnagildi einmitt, og þetta eitt af þessum stoðum sem alþjóða heilbrigðisstofnunin mælir með og hrósar með þeim löndum sem ennþá með þetta. Já, Ísland nefnilega hefur verið nefnt sem fyrirmynd í þessum málum í alþjóðasamfélaginu sem alltaf betur og betur átt að segja á því hvað áfengi stórhættulegt efni. Jú, og en því miður að þá hefur að við getum bara nefnt dæmi við vöruðum við því náttúrulega 89 þegar bjórinn var leyfður að áfengisneysla myndi stóra aukast og hún hefur í svona grunninn tvöfaldast og þetta hættulegt efni veldur
alls konar sjúkdómi, veldur fíkn, ofbeldi, umferðarslysum, sem sagt, þetta er svo margt, sko. Félagslegar afleiðingar ómældar. Já, að þannig að tvöfaldaðist og þannig að þú myndir einhvern tímann koma og sagt hérna eins og maður með umhverfisslys að þú myndir eins og tölum með blý í bensín. Já. Ef einhver hefur sagt við því lausnin við þetta vandamál með blý í bensínu væri að tvöfalda blýið í bensíninu, þá myndir það bara hrist hausinn. En menn koma hérna og segja, já, tvöföldun á neyslu áfengi, já, það bætti allt saman. Já. Nei, það gerði það ekki. Það hefur tíðni á skorpulifur á Íslandi hefur áttfaldast. Og eitt af þess að kannski áttast ekki á því, sko, hvað víðtæk áhrif af áfengi eru á samfélagið og skaðan, að við sem sagt þýddum bækling frá sem sagt við erum svona alþjóðleg hluti af alþjóðlegum samtökum. Já. Við erum 140 ára á þessu ári hérna á Íslandi hérna. Til hamingju með afmælið. Takk fyrir. Og hérna alþjóðahreyfingin heitir í dag Movendi og þeir tóku sem sagt saman heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Já. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru 17. Já. Og í þessum bækling þá kemur í ljós að 14 af þessum 17 heimsmarkmiðum eru 100 af áfengisneyslu. Að þetta næri yfir svo vítt svið. Og hérna þannig að þegar og við sem sagt Ísland samþykkti náttúrulega heimsmarkmiðin hérna og forsætisráðherrann sem ber ábyrgð á framgangi heimsmarkmiðin hefur til hans farið tvisvar út á þing hjá Sameinuðu þjóðunum að gefa skýrslu hvernig þetta gangi. Heimsmarkmiðin ná til 2030. Þannig að forsætisráðherra sem núna og þeir sem eru áfram að þeim þurfa að gefa skýrslu það hvernig það gengur. Þannig að verður þá að koma fram í skýrslunni að Íslendingar hafa ákveðið að gangi gegn heimsmarkmiðinum bara með þessu. Akkurat. Það segir í tilkynningu frá Hagkaupum áfengissalan er frábrugðin verslun ÁTVR þar sem fólk þarf að kaupa áfengi í gegnum heimasíðu sem er skráð á Hagar Væn sem Hagkaup segir svo verið í samstarfi við. En áfengið er afhent í verslun Hagkaups í Skeifunni. Hvað finnst þér þetta? Já, sem sagt, þetta er rauninni bara eins og hver, sem sagt, fólki getur bara staðið inn í Hagkaupum með síma sinn og pantað og hérna fengið þetta afhent yfirborðið og þetta er ekki annað heldur en hver önnur smásala. Nei, þetta er þá orðin miklu meiri ögrun við svokallaða einkasölu hér á áfengi í forvarnaskyni af því að áfengi er ekki vara eins og önnur neysluvara. Þetta er rauninni stærra skref, það er höggvið nær þessu fyrirkomulagi sem við höfum haft með þessu skrefi sem stíðir í dag heldur en með fyrri inngripum, er það ekki rétt hjá mér? Já, sem sagt, þetta er bara eitt skrefið í því að reyna sem sagt að afnema einkasölu ríkisins og sem sagt að hérna að reyna hluta sem sagt aðalrökin fyrir því að hafa sem sagt einkasölu ríkisins er að við fjarlægjum rauninni gróðasjónarmiðið. Því að sem sagt ríkið er ekki að reyna að hámarka söluna. Þetta er bara allir boðs og sá sem vill getur farið þannig inn en Hagkaup sé náttúrulega sér hagið þegar það selja sem mest og vill sem sagt auka söluna. Það þýðir það að þeir eru að berjast með krabbameini því að áfengi veldur krabbameini þannig að það mun verðast til þess að með því að áfengisneysla neysla þá fjölgar krabbameinstilfellum hér á Íslandi. Já. Það fjölgar líka sjúkdómum, það fjölgar sem sagt fíklum. Já. Og það er nú talað að fjórðungur íslensku þjóðarinnar drekki sér áfengi til tjóns. Einmitt, þetta er alveg hárrétt sko og hérna ef við tökum heiminn allan, þá getum við skoða það að tóbaksfyrirtækin og áfengisfyrirtækin, iðnaðurinn, að þetta er allt saman með sama tvinnuð eignatengsl og það er sem sagt, maður getur séð
framkvæmdastjóra og fjórstjóra flakka þarna fram og tilbaka. Árið 2016 þá dóu 55 milljónir manns í heiminum, öllum. Þar af dóu 8 milljónir vegna tóbaksreykinga og 3 milljónir vegna áfengis. Það þýðir það að 5. hvert dauðsfall í heiminum, 20% árið 2016 var út af þessum 2 fíkniefnum. Og og við vitum náttúrulega það að forstjóra þessara fyrirtækja mæta vel tjónið sem þeir að valda, en þeir halda þessu bara áfram. Þannig að drepa 5. hvern mann. Já, og sem sagt það drukkir mest í heiminum. Það var benda eitt að það eru 57% allra fullorðinna í heiminum neytir ekki áfengis. Þannig að raunin abnormal að neyta áfengis. En mesta neyslan í Evrópu. Þar kemur, samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni, að 10% dauðsfall í Evrópu vegna áfengis. 10%. Hér á Íslandi, samkvæmt nýjustu tölum, áætluðum tölum, sem sagt deyja 142 á ári. 142 vegna áfengistengdra dauðsfalla. En 10% af öllum dauðsföllum í Íslandi, það væri 250. Þannig að ef við myndum auka það upp í það sem við myndum keppast við að verða eins og Evrópa, með því að auka neysluna, þá myndum deyja hér 250 manns ári. Er það sem við viljum? Já, og hér erum við bara að tala dauðsföll, við erum ekki að tala alltaf heilsutjón sem áfengisneysla leiðir til, öll svo óhamingja, alltaf ofbeldi sem fylgir því, öll slysin, allur hryllingurinn. Það er mjög margt sem bendir til þess að eldri borgarar í Íslandi flýi í síauknum mæli í áfengi sem deyfilyf, og það eru rannsóknir sem sýna það að aðgengi hefur áhrif á það hve mikil neysla er. Það sem að mér finnst mjög áhugavert þegar ég fylgist með þessari umræðu að ég efast ekki að reksturinn hjá ÁTVR, hann gæti verið betri með sama hætti, og ég held að rekstur Veðurstofunnar gæti orðið betri og rekstur flestra opinberra stofnana á Íslandi gæti verið betri. En menn hafa notað það sem einhver rök í þessu máli, að ÁTVR sé einhver risaðala illa rekin, og þess vegna þurfum við að færa einkaaðilum þessa sölu. Þetta eru ansi djörf rök þegar maður hlustar á það sem þú hefur verið að halda fram hér. Já, og það er svo spurningin sem sagt af hverju menn að gera þetta. Og það kemur eins og ljós að á síðasta hluthafafundi Haga sem á Hagkaup, að þá voru samþykktir kaupréttir handa ákveðnum stjórnendum innan Haga, sem munu þá væntanlega hagnast á því ef sem sagt salan eykst á áfengi og en síðan eitt vandamál að 13 lífeyrissjóðir eiga hlut í Högum. Og við höfum haft samband við þessa lífeyrissjóði og beðið þá að þeir þurfa að athuga sinn gang, því hér tvennt að Hagar og Hagkaup ákveður það að bíða ekki, heldur það sem við teljum brjóta lög, þeir enda telja það ekki, en þeir eru alveg örugglega á grænsunni, það er alveg vissan, og til dæmis Gildi sem sem átti næst í 20%, að það stóð þeirra siðareglur segja að þeir fjárfesti ekki í fyrirtækjum sem eru á grænsunni og alls ekki að brjóta lög. Og síðan náttúrulega hvernig geta lífeyrissjóðir vera að fjárfesta í fyrirtækjum eins og tóbaksfyrirtækjum og áfengisfyrirtækjum sem hreinlega stytta líf fólks, sem gera það verkum að þú borgar í lífeyrissjóðin
og svo deyrðu annarkvort áður en kemst á lífeyrissjóðsaldur, ellilífeyrinn, eða lifir styttra og ver. Og þá með benda á það að algengasta dánarorsök í heiminum milli 15 og 49 ára áfengisstengdur. Sem er alveg stórmerkilegt. Sérstaklega að ég var að segja rétt á það 57% fullorðina neyti ekki áfengis. Einmitt. Sko, svo það þarna nefnur í lífeyrissjóðina réttilega og væga sagt siðferðislega spurningar, jafnvel lögbrot í þeim efnum. En svo sitjum við uppi með þessa þríhöfðathurs sem ríkisstjórnin og ekki til nokkur skaks í þessum málum, bara svo það sé sagt, vegna þess að þar eru menn svo klofnir innbyrðis í afstöðu til þessa máls. Og það er alveg ljóst að það látið reka á reiðanum vegna sundrungar innan ríkisstjórnarinnar, þar sem við erum með sterkan forræðishyggju-flokk til vinstri, sem var allavega vinstri grænir, og svo erum við með sjálfstæðismennina sem vilja gefa þetta allt saman frjálst, og gott ef það ekki enn eitt frumvarpið sem á leiðinni núna í 1000. skipti eða eitthvað svoleiðis sem að afnema einkasölu á TVR. Þannig að sko í ljósi þessa limbós sem núna menn hafa sagt lögbrot, en samt ætlum við bara að leyfa þessa slæta. Í ljósi þessa limbós þá virðast menn bara geta komist upp með að framkvæma allar hugmyndir. Þannig sé ég þetta. Já, þetta er sko mjög athyglisvert að það sem sagt, við erum líka önnur samtök sem heita Foreldrar gegn áfengisauglýsingum og þeir hafa verið mjög duglegir við að senda inn kærur vegna áfengisauglýsinga og formaður reyndar tók netsöluna og keypti vín af netsölu og fór svo beint niður á lögreglustöð og kærði sjálfan sig og það situr bara fast í kerfinu. Já, það ekki mikill vilji til þess að klára þetta mál. Einnig sem sagt með allar þessar áfengisauglýsingar, eiginlega eini stjórnvaldi sem bregst eitthvað við fjölmiðlanefnd. En þetta náttúrulega lögreglan að bregðast við þegar kært fyrir þetta sem þetta auglýsa. Einnig þá náttúrulega merkilegt að menn skyldu láta ekki stöðva þessa netsölu strax og svo þessi fyrra sumar, í júlí þegar Costco byrjaði, þá koma 2 ráðherrar fram og segja við teljum þetta sé ólöglegt, en það samt ekki stoppað. Sem mjög athyglisverð sko að það skuli ekki hafa verið gert, sem bendir til þess að það sé mjög sterk öfl sem að reyna að koma sem sagt áfengissölu yfir til einkaaðila til að geta grætt. Og einhvers staðar sagði með lögum skal land byggja en ólögum land eyða. Þannig að af þessu skapast ansi svona vondur vafi eitt og annað. Mér langar líka að nefna í tengslum við þetta skref sem hefur verið stigið í dag að við höfum orðið vitni að gagnrýni á Októberfest á Háskólasvæðinu og ég get nú bara sagt sem nágranni þessar hátíðar að hávaðamengunin var ansi mikil. Ég lagði það nú ekki á mig að fara og fylgjast með fólki drekka áfengi þar en sko mér langar að spyrja þig núna nafni hvort sko allt samfélagið einhvern veginn bara svona gegnsósa í einhverju menningu sem að upphefur áfengisneyslu. Mér liggur við að segja dýrkar áfengisneyslu. Já, því miður, það sem sagt búið að áfengisvinarinn er búin að vera mjög duglegur sem sagt síðan frá því að bjórinn kom. Við að dýrka sem sagt að upphefja þetta og þetta minnir mann reynda pínleitið þegar maður fór að horfa á sjónvarpsþættina Mad Men sem voru auglýsingaskrifstofu þarna 1960 reynda var fyrsti þátturinn það þegar þeir
undirbjuggu auglýsingaherferð fyrir tóbaksfyrirtæki en það var dálítið athyglisvert sko það var sem sagt bara á hverju einustu skrifstofu og þeir sem sagt drukku sem sagt ef eitthvað gekk vel og þeir drukku eitthvað gekk illa og þeir sem sagt drukku þessa milli. Og reyktu 50 sígarettur á dag. Já, og þetta alveg sem sagt ótrúlegt. En okkur tókst sem sagt fyrsta lagi að minnka sem sagt tóbakið. Og það engin þeirra sem að berjast fyrir því að fá aftur tóbaksreykingar leyfðar á veitingahúsum og skemmtistöðum, það mjög athyglisvert en það sem sagt ennþá sem sagt barist fyrir þessu með áfengið og það er athyglisvert sko það var sem sagt Ari Matthíasson sem var einu svona þjóðleikhússtjóri árið 2010 þá skrifaði hann sem sagt lýðheilsu hagfræðiritgerð kostnaðinn af áfengi og öðrum fíkniefnum. Já, var hann ekki seinna formaður SÁÁ eða? Jó, einmitt sko og þá síðan kemur önnur BS-ritgerð núna bara fyrir 2 árum því miður ég að dottið mér nafnið á konunni hún fyrir mjög góð og hún kostaði þetta að vera 107 milljarðar á árið sem það kostaði samfélagið 107 milljarðar ég tók töluna frá Aramat að efri talin var 87 milljarðar og það sem sagt út frá því að fólk deyr of snemma sko þannig að það ekki að skila til þjóðfélagsins ef við tekum með verðbólgu þá 87 milljarðar árið 2010 komið í 150 milljarðar og hvað 150 milljarðar? Ég má minna það á það að fasteignamatið í Grindavík 150 milljarðar þannig að áfengisiðnaðurinn rústar einni Grindavík á hverju einasta ári. Já, þetta sterk líking hjá þér sko, og það alveg ljóst að dómsmálaráðherra þekkir alveg forvarnir það eru forvarnagarðar þar en hún vil rífa forvarnagarðarna sem eru þó í kringum áfengi sem núna sem sagt. Ég gerði fréttaskýringarröð í Fréttarblaðið fyrir 3 árum þar sem að ein niðurstaðan var svo að fé til forvarna hvað varðar áfengi hefur verið skorið niður, stöðugildi hafa verið skorið niður og við höfum svona markvisst ákveðið að líta undan þeim árangri sem hefur orðið stórkostlegur árangur með því að nánast útrýma unglingadrykkju eins og var á tímabili og við höfum bætt sið okkar í hvívetna en það eins og að sko þessi vígi sem var búið að koma upp þessi alltaf bresta núna. Mér langar að spyrja þig auðvelt fyrir mann eins og þig sem ert í forsvari fyrir bindindis samtök auðvelt fyrir þig að ná athygli fjölmiðla á Íslandi? Nei, ég tel það ekki. Við höfum skrifað bréf og sendt á alla fjölmiðla og þeir hafi sem ekki byrt og ekki hringt í okkur og spurt en við höfum núna byrt á Vísi núna bréf eigin greinar sem sagt og það hafi verið talsverð viðbrögð við þeim frá sem sagt almenningi. Já. En íslenski fjölmiðlamenn eru ekki mjög hrifnir að því að setja þetta mál á dagskrá samanber það sem þú ert að segja. Nei. Og það greinlegt finnst mér að áfengisvinnan alltaf passa sig á því að mótmæla ekki fullurðingum okkar staðrindum eins og að þetta kosti 150 milljarða ári að það degi 142 á ári sem og eins með áttföldun á skorpulifur sem skilst reyndar að sé mjög skelfileg leið til að deyja úr mjög þjáningafull. Já, það sko
við getum þulið hér upp þá ógæfu sem að fylgir óneyslu áfengis fram á rauðan morgun. Það þarf ekkert að útskýra þá ógæfu fyrir Íslendingum við í hverja einustu fjölskyldu þekkjum við dæmi, við þurfum ekki að fara langt til þess að þekkja ömurleg dæmi áfengisneyslu. En sé maður náttúrulega dæma þess að með krabbameinin. Krabbameinin var lýst reynda 1988 á heimsvísu að það væri sem sagt krabbameinsvaldandi ári áður en bjórinn var leyfður hérna. Og síðan hafa bara fjölgað sem sagt, það eru sem sagt í rauninni 7 líffærum sem þetta allum meltingavegurinn, lifurinn og síðan í brjóstum. Og það kemur í ljós að helmingur af áfengistengdum krabbameinum hjá fólki sem drekkur lítið eða miðlungs. Og ég reyndar að bæta við sem sagt, ef þú les nýjustu samnorrænu og íslensku næringaráðleggingarnar þá kemur núna fram sem sagt það engin ráðlagður lágmarks öruggur skammtur. Þannig að þið bara segja best að forðast alveg að neyta áfengis. En það eru yfir 230 sjúkdómar og áverkaflokkar sem áfengi tengist. Það eru 60 sjúkdómar sem eru bara heita áfengi, þetta út af áfengi. Skiljið það og þannig að þetta svo endalaust sem maður getur talað Síðan náttúrulega allt afbeldið. Að það eitt sér að ganga með hníf, en ef þú ert undir áhrifum áfengis eða annarra fíkniefna, þá náttúrulega mun líklega til þess að dómgreitin sé skert. Og það náttúrulega engin munur á áfengi og öðrum fíkniefnum í svo mörgu tilliti. Áfengi getur jafnvel verið hættulegra heldur en öll önnur fíkniefni vegna þess að orkan, menn geta haldið orku eftir að þeir eru komnir í óminni, vita ekkert hvað þeir eru að gera. Og þannig að það skildi enginn líta fram hjá því. En mér finnst áhugavert þetta sem þú segir, að fjölmiðla senan og menningin á Íslandi sé einhvern veginn þannig að þetta viljum við ekki setja á dagskrá. Við viljum frekar vitna til humar, statusa, Áslaugar, Örnu sem vill frelsi til þess að fá hvítvín, geta kallað á hvítvín alltaf þegar hún fær sér humar, bara að sé komið 1, 2 og 3 inn til hennar. Þar hefur svona fókusin svolítið verið undanfarið, á sama tíma og tölurnar segja að við séum ekki að ganga til góðs. Við erum bara á hraðri leið til mikils böls. Tími okkar fer nú svona senn að verða liðin, en af því að ég kallaði þig til hingað vegna þessa skref sem Hagkaup tekur í dag. Munt þú sjálfur kaupa hrísgrjónið þín í Hagkaupum frá með deginum í dag? Nei, við hjónin við höfum reyndið að versla mikið í Hagkaup í gegnum tíðina, en það náttúrulega liðin tíð. Það verður bara hægt. Hvetur landsmenn til þess að standa saman bara gegn? Já. Ég hveti á líka til að hafa samband við lífeyrissjóðina sína og stéttarfélögin og benda þeim á að fjárfesta ekki í fyrirtækjum sem að selja efni sem stytta mönnum líf. Von á einhverjum frekari viðbröðum hjá ykkur svona í mótmælaskyni, ykkur í EOGT á Íslandi? Já, við erum mjög aktíf í því að reyna að fá stjórnmálamenn og svo almenning til þess að bregðast við þessu. Þannig að þínu mati, ef allt verið í lagi á Íslandi, þá verið hlutabréfin í högum, þau voru að falla í dag. Já, það ætti að vera Þakka þér fyrir að koma til okkar hingað á samstöðina. Björn Sævar Einarsson, formaður bindindis samtökanna EOGT á Íslandi. Þakka þér kærlega fyrir. Og úr þessum málum förum við yfir í allt aðra sálma. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.